Valeyrarvalsinn ný bók eftir Guðmund Andra Thorsson. Þetta svona sögur, smásögur væri hægt að kalla það, en þó hangir þetta saman ábyggilega í tíma og rúmi, því að þetta gerist alltaf bara að fá mínútum. En Valeyri, hvað er Valeyri, Andri? Valeyri er staður, það er svona sjávarþorp sem að er einhvers staðar á Íslandi og hét lengi Daleyri þegar ég var að vinna að þessu, en einhvern veginn var eins og það nafn næði ekki alveg að lifna, þannig að það breyttist smá saman í Valeyri og það er bara eitthvað sem er upp úr mér, eitthvað sem ég bara bjó til. Já, en þetta er sem sagt sjávarþorp. Já. Og þú ert að lýsa lífinu í sjávarþorpi svona á... Já. Það 2 mínútur, eða ekki? Jú, það er svona innri tími sagnanna er 2 mínútur. Öll bókin gerist á 2 mínútum, en svo er einhver tími sem er hægt að kalla ytri tíma, sem er þá svona tíminn sem að hefur liðið í lífi þessa fólk sem að kemur við sögu. Aha. Það eru kannski, það nær alveg yfir heila öld, ég megi segja, og þannig að þetta segir frá kannski mjög löngum tíma, þó að ég taki þarna eitt moment á Jónsmessunni síðasta sumar á þessum ímyndaða stað og fristi það. Já. Þó þannig að það er ung kona sem hjólar í gegnum plássið og allir í sögunum þeir sjá hana svona sem í vinginni og aðrir ekki og í síðustu sögunni þá sést hún stíga á baki á hjólinu. Aha. Fer inn í samkomuhúsið til þess að undirbúa tónleika, það sem hún á að stjórna kórnum. Já. Það stendur mikið til, það eru tónleikar hjá Valeyrarkórnum. Og þetta Valeyrarvalsinn, maður hefur á tilfinningu, það er einhver ákveðin tónlist sem þú ert að hugsa þegar þú ert að semja þetta. Já, ég bara veit ekki hvernig þetta nafn kom til. Það bara flögraði einhvern veginn ofan í mig eins og svo margt í þessari bók. Bara kom. Og ég nota mikið tónlist þegar ég er að skrifa svona og ég held kannski að ég skrifi stundum í valstakti. Já. Nú ert þú, það stendur á forsíðunni, haft eftir Agli Helgasyni að þú sést rosalega stílisti og mér langar að spyrja þú til þennan stíl. Er þetta eitthvað sem hefst með mikilli vinnu, mikilli yfirlegu að skrifa, því að þú ert mjög nákvæmur í svona þinni? Ég ligg dálítið yfir textanum, já. Ég er lengi að skrifa hann og breyti mikið, strika mikið út og fer aftur og aftur ofan í það sama, skrifa það sama upp aftur og aftur. Já, ég geri það Já. Þannig að þessna eru líka bækurnar ekki lengri en raun ber vitni. Ég hef einhvern veginn vantrú á því að hafa þetta of langt og vil frekar ydda þetta Já, en þetta er svona eins og, ég veit ekki, mér komi í hug orðið sagnasveigur. Já, hvaðan kemur orðið sagnasveigur? Þetta er svona eins og sagnasveigur. Það er vitnað í Egil, þennan Helgason, framan á. Ég vildi hafa sagnasveigur framan á, en ég hef bannað það. Af því að það myndi enginn skilja það orð. En hvað er sagnasveigur? Þetta var bara það sem ég fór að hugsa. Þetta er sagnasveigur. Já, þetta er sagnasveigur. Þetta er sem sé sögur sem tengjast saman og mynda einingu og mynda heild. Þannig að það er í rauninni hægt að líta á þessa bók sem skáldsögu. Þetta er í rauninni skáldsaga og sögurnar eru þannig að það er kannski hringt úr einni sögu í aðra sögu. Svo er ein saga fær sinn endi í annarri sögu. Það er sagt hvernig þetta fór, og persónur tengjast milli sagnanna og þannig að þú getur lesið hverja sögu sjálfstætt, en þú getur líka lesið þetta sem samhangandi heild og þú getur lesið þetta sem eina skáldsögu og þetta á að skilja allavega eftir sig eina tilfinningu með lesandanum þegar hann er búinn að lesa þetta. Mér finnst svolítið vel að orðið komist þarna á einum stað þar sem er sagt að þorpið, þetta sé engin spegilmynd heimsins. Nei. En það sé heldur ekki utan við heiminn. Nei. Þetta eru þessar 2 klisjur sem að maður heyrir stundur, þorpið er heimurinn, er oft sagt og eða þá að Jón Vör sagði það verður aldrei bylting í þorpi
og svona áttist aldrei við það sko að tíðindi heimsins eru utan við þorpið en ég hef ekki trú á því sko. Nei. Ég held að þetta bara fólk sem býr þarna og ég reyna að forðast að hafa þetta svona þessar svona helstu klísjur þorpið. Það ekki þessi svona klassísku þorpskarakterar. Er ekki þarna sko, heldur bara meira venjulegt fólk. En þekkirðu svona þorp? Hefur eitthvað verið í þorpu? Þú ert Það býr í mér þorp. Úr Vogunum? Það býr í mér þorp eins og öllum Íslendingum. Já. Og ég var náttúrulega mikið. Nei, ég þori nú ekki að segja þetta Ég þori ekki að segja að ég hef verið mikið á Akureyri sem ég að fatna því. Akureyri er náttúrulega ekki þorp. Nei. En ég hef náttúrulega verið í íslenskum þorpum eins og flest allir á mínum aldri hafa verið. Maður vann mikið í fiski á úlingsárum og þar fram eftir götunum og maður þekki svona þannig til en ég þekki ekki sérstaklega til í neinu þorpi. Nei. Og ég byggi þessar sögur ekki á neinu þorpi. Nei. Þetta kemur allt saman bara inn úr manni. Þú tilengar bókina föður þínum látnum? Já, ég geri það. Já. Af því að mér langaði til þess. Já. Það er náttúrulega bara svona eitthvað sem er svona bara frá mér til hans sko. Frá því til hans, já. En nú er hann þessi stóra persóna í íslenskri ritlist síðustu áratuga. Já. Hann er líka þessi stóra persóna í mínu lífi. Já. Og hafði mikla þýðingu fyrir mig og var mér mjög hliðhollur og studdi mig með ráðum og dáð og í öllu sem ég gerði og þess vegna tilenga ég honum þetta. Það náttúrulega ég er ekkert að sko draga hann inn í þetta sem þann fræga rithöfund, heldur meira sem föður minn. Já, vera pabbi bara. Bara pabbi. Já, en segðu mér, þú skrifar vikulega pistla í Fréttablaðið. Þetta eru pistlar sem hafa mikil áhrif og mikil lesnir og það eru fá pólitísk skrif held ég á Íslandi sem eru á svona hærra vandara planin þar sem þú ert að skrifa það. Nú veit ekki, þetta er ekki bara pólitík, þetta er samfélagsmál. Hvernig vinnur þá pistla? Ég vakna á sunnudagsmorgnum og fæ mér laga havragraut og laga kaffi, svo fer ég aðeins út og sæki blaðið af því ég bý á Álftanes og þeir get ekki borið út blaðið. Ég þarf að fara í einhvern sérstakann stað til að ná í blaðið og ég geri það og svo kem ég og les blaðið og svo sest ég við tölvuna og skrifa hana pistil og hugsa aldrei þjóðmál eða neitt af þessum hlutum fyrir en þá. Já. Þá kveiki ég á, eins og ég hef einhvern veginn orðað að ég kveiki á einhverjum litlum kalli sem er í haustum af mér og sem hefur áhuga á þjóðmálum. Já. Sem ég hef ekki sjálfur. Eða öllu heldur, ég hef sjálfur ekkert sérstaklega indregna skoðanir. Ég vil alltaf bara sammála síðasta ræðum henni þegar ég er að tala við fólk eða lesa eitthvað. En þessi eiginleiki býr í mér að hafa áhuga á þjóðmálum og skrifa þjóðmál og ég virkja hann á þessum sunnudagsmorgnum og þá skrifa ég þessar greinar og svo er ég búið með greinina og slekka á tölvunni og fer bara aftur að sinna mínu. En finnurðu að þetta er að hafa áhrif? Færðu ekki mikið viðbrögð á þetta? Jú, maður fær svona bara mjög, fólk er búið almennilegt sko og vænt við mann og víkur einhverju hlýlu að manni. Nú eða þá að það agnúast út í mann, það er bara eins og gengur. Og maður tekur því vel þegar fólk sýnir mann í hlífu og reynir að leiða hitt hjá sér. Andri, þetta er sem sagt bókið þín Valerar valsinn.